Við ætlum að byrja á því að nota Face Halo til að þrífa af henni. Hún er bara með dagkrem og sólarpúður og við ætlum að strjúka því af með Face Halo. Næst ætla ég að nota Madara Comforting Toner og ég set hann bara í bómull og strýk yfir. Þessi tóner mýkir og róar húðina. Næst ætlum við að nota Glam Glow Instamud maskan. Við ætlum að nota Instamud og ég ætla að bera hann á með svona flötum pensli en maður á ekki að nudda honum í húðina, heldur bara svona að bera hann á og svo byrjar hann að freyða. Og við skiljum hann eftir á í 60 sekúndur. Hann skilur okkur eftir með silki mjúka húð og minnkar ásýnd húðhorna. Þannig að þetta er fullkominn prep-maski fyrir ferðun. Svo ætlum við aftur að nota Face Halo til þess að taka maskan af. Og næst ætlum við að setja rakamaska frá Origins, Drink Up 10 Minute maskan. Og ég ætla bara að bera hann á með fingrunum. Bera frekar svona gott lag af honum. Og við ætlum að leyfa honum að setja á í 10 mínútur. Og ég ætla að draga örlítið af maskanum svona niður hálsinn. Svo þreif ég Face Halo'n inn á milli og ætla líka að taka þennan maska af með honum. En rakamaskin sem sagt veitir húðinni samstundis ofboðslega góðan raka og ræðist á svona þurra bletti ef maður er með þurrkubletti og þannig. Þannig að hann undirbýr húðina mjög vel fyrir ferðun. En það er mikilvægt að taka hann allan vel af áður en maður byrjar að ferða sig. Næst ætlum við að nota Nip and Fab Dragon's Blood Hyaluronic Shot. Þetta er bara algjör rakabomba fyrir húðina og við ætlum að setja þetta undir dagkrem. Næst ætlum við að setja Bobbi Brown augnkrem og þetta augnkrem finnst mér fullkomið undir farða en þetta gefur húðinni undir augunum raka og sléttir yfir húðarinnar. Síðasta skrefið er svo Pure Cloud Cream frá Skin Iceland. Og það er ofboðslega lítið af þessu kremi en þetta veitir húðinni góðan raka og er svona græðandi. En það er gott að taka bara smá og setja á andlitið, bara þunnt lag og draga svo alltaf niður hálsinn og niður á bringu. Svo er gott að gefa andlitinu smá svona nudd til að fá blóðið af stað.